Veður er hvernig aðstæður eru úti, hvort það er sól eða ekki sól, hvort það er vindur, hvert hitastigið er, hvort það er úrkoma, rigning eða snjókoma. Og það er alls konar hlutir sem hafa áhrif á veðrið hjá okkur. Fyrst og fremst eru það loftstraumar. Það er heitt og kalt loft sem að þvælist jörðina. Sums staðar er mikill loftþrýstingur, annars staðar lítill loftþrýstingur. Þar á milli reynir loftið að jafna sig út, þannig að þessi jafn loftþrýstingur alls staðar, þá myndast vindur. Svo gufar upp raki, safnast upp í skýjum sem þvælast og þegar þau kólna eða rekast á fjöll þá rignir. Þá þéttist rakin í þeim og þá fellur það niður sem rigning eða snjókoma, kallum það einu orði úrkomu. Og þessi ský þau fara fyrir sólina, þannig að stundum er sól og stundum ekki. Veðurfræðingar spá fyrir veðrið einhverja daga fram í tímann. Þeir notast við mæligögn síðustu daga sem eru tekin eins og Ísland út allt land og nota svo reiknilíkun og tölvur til þess að reikna út hvað sé líklegast, skoða svo aðeins hvað þeim finnst það sem kemur út og finna þannig út líklegustu útkomuna. En veðrið á Íslandi er mjög óútreiknanlegt. Við erum eyja út í hafi, þannig að veðrið hér er ekki stöðugt eins og það er á mörgum meginlöndum af því að sjórinn hefur svo mikil áhrif á veðrið hjá okkur. Þess vegna breytist það oft mjög ört og það er ekki algengt á Íslandi að þessi eins veður marga daga því að einhverja vikur í röð, þó það geti alveg verið þannig í öðrum löndum. Því hér er það sem kallað er úthafsloftslag, en það sem er meginlandsloftslag er veðurfarið oft mikið stöðugra.